Gullið, Pálína, það ekki eðalsteina best? Jú, ég allavega mjög glöð að við höfum ná í gullið í þetta skipti. Hvað gerir gæfumuninn? Grimmdin? Já, mér fannst við vera mjög grimmar og mér fannst við spila saman og það voru allir að hvetja og allir að samgleðast og það skipti bara gríðarlega miklu máli í svona liðsíþrótt að það sé ekki 3 sem eru að taka þátt. Það þarf allir hópurinn, hvort sem það er 12 eða 15 eða 16 manns. Það þurfa alla og mér fannst bara Keflavíkur liðsheildin skila þessu Íslandsmeistaratitli. Já, og þið fenguð ekkert smá verkefni að glíma við. Þetta nú einna sterkari leikmanni sem hefur verið þarna, þessi McCallum dama og þú eittir nú dágóðum tíma að hamast í kringum hana. Já, þetta flott stelpa og hún var gríðarlega sterk og hún að mínu mati örugglega besti kaninn í deildinni en hún alltaf var ekki hérna í allan vetur og ég held að það setji pínu svona strik í reikningu fyrir Kár. Ég held að þær hefur komist lengra ef hún hefur verið allt tímabilið. En Keflavík eins og var rætt jafnvel, bara allt frá upphafi tímabilsins, sennilega með breiðasta og sterkasta hópinn og þið nutu góðs af því á löngu tímabili, 28 leikir og úrslitakeppni, bikar. Já, það er bara algjörlega þannig. Við erum með svo margar flottar ungar stelpur sem að koma inn á bekknum og leysa af og það bara skiptir gríðarlega miklu máli, sérstaklega þegar þú ert með svona langt mót og eins og til dæmis núna, ég meina við höfum aldrei held ég klárað á eftir strákunum, allan ekki þegar ég hef verið í boltanum og þannig að þetta er bara gríðarlega mikilvægt að vera með svona breiðan bekk þegar mótið er langt og stelpurnar að koma inn á og skiluðu sínu, það var bara frábærar. Þú sátt mig sjálfa þig í vetur, hörku vetur á baki og besti leikmaður úrslitakeppninnar. Ekki amalegt dagsverk. Já, ég er mjög ánægð með þetta en ég er líka búin að leggja þvílíkt á mig. Ég er búin að mæta í lyftingarsallinn 4 sinnum í viku og þannig að taka gríðarlega vel á því. Þannig að það er bara að skila sér. Formi lífsins jafnvel? Já, jafnvel. Guðrungur að sagði reynda við mig eftir síðasta leik, Pálína, ætlar þú ekki að fara að borða? Og ég held hún ætti að hafa áhyggjur af einhverju öðru hlutum heldur en því. Já, enda, það fer ekkert á milli mála, það vantar ekkert upp á orkuna. Nei, ég er nefnilega full orku og ég er búin að taka mataræði líka svolítið í gegn og bara sjálfa mig og eins og ég segi, ég er búin að vera að duglega að lyfta og það skilaði sér bara. Hvað tekur núna með þig? Hvað hefur sumarið í för með sér fyrir Keflvíkinga? Fyrir Keflvíking? Ég er full í prófum þannig að ég ætla að byrja á því að klára þau og svo ætla að byrja landslið. Ég ætla reyndar að skella mér í frí til Ameríku fyrst. Ég held að ég það pínu skilið þannig að ætla að byrja á því að klára próf á föstudaginn og svo tekum við sumarfrí.